Takk fyrir veturinn. Verið hjartanlega velkomin hingað í Blönduóskirkju til örstuttrar bænastundar og íhugunarstundar. Þið á netinu og ég ein hér í kirkjunni með upptökutækið. En ég ætla að hefja stundina með því að lesa 37. Davíðssálm úr hérna bænabókinni góðu. En þar stendur: Hjá þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Drottinn til himnanna miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín. Réttlæti þitt sem fjöll Guðs, dómar þínir sem reginhaf. Mönnum og skepnum hjálpar þú Drottinn, hversu dýrmæt miskunn þín, ó Guð. Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Hjá þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Dýr sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Hjá þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Þetta eru góð orð núna í þessu ástandi sem ríkir í þjóðfélaginu. Já, kæru vinir, við erum sannarlega farin að þreytast á göngunni með þessa COVID-veiru hangandi yfir okkur. Plönin okkar sem við erum að gera verða oft að engu. Það ríkir bjartsýni einn daginn og þá gerum maður góð plön. En síðan skella á samfélaginu smitt og plönin verða að engu. Núna næstu helgi var ráðgert að biskupinn okkar, frú Agnes Sigurðardóttir, kæmi í heimsókn í Þingeyraklausturs prestakall, vísiteraði eins og við segjum. Og það var með mikilli tilhlökkun sem ég beið þess að sýna biskupi og föruneyti hennar kirkjurnar okkar fallegu. En í byrjun vikunar var því áformi var rústað, eða ef þannig má segja. Það varð að engu vegna smita í samfélaginu. Eins hafði ég hugsað mér að verja þessum degi að morgninum inn í Vatnsdal, hafa guðþjónustu í Undifellskirkju og taka á móti sumrinu þar með guðþjónustu. En því miður, það var með miklum trega og vonbrigðum sem ég tók þá ákvörðun í samráði við organistan okkar að slúta því, aflýsa guðþjónustunni. Og ég eiginlega ennþá pínlísvegt, en okkur ber að fara varlega. Það þarf ekki nema einn smitaðan til þess að valda smitum og veikindum. Veikindum sem enginn veit hvernig geta farið. Já, við óskum eftir því að sóttvarnir séu strangar og þá verðum við sjálf að vera tilbúin að fara eftir þeim, af því við erum öll sóttvarnir. En á laugardaginn, þá ætlum við samt sem áður að ferma 4 drengi hér í Blönduóskirkju, hér í okkar rúmgóðu kirkju. Og við hlítum öllum sóttvörnum, í einu og öllu. Og þannig höldum við að okkur takist að ferma þessa 4 drengi. Og okkur hlakkar mikið til og vonandi getur það gengið eftir. En kæru vinir, við förum nú að sjá fyrir endan á þessu. Nokkrar vikur í viðbót og við getum farið að njóta lífsins aftur. Reyndar njótum við nú bara mjög góðs lífs, þrátt fyrir allt, allavega hérna út á landi. Og við sem höfum ekki verið mikið út á lífinu, þetta breytir svo sem ekki neitt rosalega miklu fyrir okkur. Það aðallega þessar guðþjónustur og samkomur sem maður er farin að sakna mikið. En nú þurfum við bara að halda það út.
Já, við getum ekki krafist þess að landamæri séu lokuð eins og sum okkar hafa gert. Við viljum strangari sóttvarnir, en við verðum vera tilbúin til að hlíta þeim líka. Og Guð gefi okkur styrk og þolinmæði og þrautseigju til að halda það út. Gleymum ekki að nota bænina og biðja, því að bænin getur gefið okkur kraft og þol og þá rósemi sem við þurfum til að halda það út. Og fyrir mátt heilags anda, þá er það hægt. En nú skulum við sameinast í bæn og ég ætla að nota þessa bænabók til þess að biðja með ykkur. Guð, gefa birta sumarsins, ilmur úr grasi, blómskrúð, fuglasöngur, vitni þig og auðlegð náðar þinnar. Lát anda þinn hræra hjörtu okkar, að við heyrum rödd þína og sjáum þig, drottinn minn, í sérhverjum manni og finnum tilgang lífsins í þér. Já, skapari heimins og jarðar, öll verk þín lofa þig. Kennd okkur að standa ekki þögul hjá, þegar öll sköpunin syngur þér lof. Heldur gefa mildi þinni að líf okkar allt sé lofsöngur, miskunn þína og máttarverk þín. Já, drottinn, kennd okkur aftur nýtt lag, við ljóðið vonina sem í okkur býr. Amen. Og við skulum biðja saman bænina sem Jesús kenndi okkur og segja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsað oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já, kæru vinir, þá er þessari stuttu bænastund lokið. Takk ykkur fyrir að hafa fylgst með mér og Guð blessi ykkur öll. Gef ykkur